Sverrir. Já. Eftir að hafa verið yfir bara eiginlega allan leikinn, þá það eru 5 sekúndur eftir, þá fá Snæfellingar bara tækifæri til að klára þetta. Hvernig leiði þá? Mér leiði ekkert vel. Mér varst betra að vera í bílstjórasætinu og ég hefði viljað, við fengum hérna nokkra sénsa að fara með þetta upp í 7 stig og svona og hérna fáum hraðupphlaup 3 á 2, 5 stigum yfir. Nýtum það rosalega illa og svo er þetta alltaf komið við einu stigi yfir, þær með boltan og hérna auðvitað leið mann ekkert vel en við kláruðum það possession og með að ná frákastinu og hérna svo kláraði hún þetta með hittur einu vítinu og þannig að þú veist, bara virkilega sterkur sigur. Hvað fannst þér verið að gera svona betur í leiknum sem að kannski sildi þessu logo? Ég held að það ekkert verið neitt við verðum að gera eitthvað betur þannig. Mér fannst við samt alltaf svona vera líklegri til að geta stungið af oftar í leiknum. En þær komu sér alltaf yfir aftur og þú veist, ég held þessu alltaf hnífi öfnu, svo gáttu þær alveg tekið þetta. Þetta er bara í restina, þá er þetta spurningum bara smá heppni og náttúrulega bara líka halda áfram. Það er ekki að panika, við lendum 4 undir lítið eftir, við höldum áfram, við jöfnum, halda áfram. Það getur allt gerst í bikarnum, Snæfellingar hefur verið að ganga illa í deildinni en svona í svona bikarleikjum. Þú náttúrulega lítur að bara hafa gert þig grein fyrir því að þetta getur alltaf báða megin. Snæfellslið sem var inn í dag er ekkert liðið sem var að spila fyrstu mánuði mótsins. Það er að tínast inn eftir barneignaleyfi og meiðsli og ýmislegt og þetta lið er náttúrulega bara dúndu gott og það var náttúrulega mjög svona þunnskipa hjá þeim eins og það var þegar vantaði allar þessar stelpur og auðvitað er inn í formi og eftir að komast miklu betur inn í hlutina en þær hjálpa samt með þessar mínútur sem er að koma og leysa þessar stelpur eins og Gunnhildur og svo náttúrulega Aldaleg komin aftur þannig að þessar reynslu stelpur stækka hópinn hjá þeim og þær eru náttúrulega með geggjaðan útlending og Berglind náttúrulega sem er einn albesti íslenski leikmaðurinn, þær náttúrulega eins og sést að stigardölinni berið uppi, svo eru hina bara góðar og skila legg í púkinn líka, þannig að þú vinnur ekkert Snæfell að bara spila vel og virkilega klára 40 mínúturnar og 45 eins og í kvöld. Veikindi á liðinu síðustu daga, hefur það truflað mikið undirbúning liðsins? Já, ég meina þú veist, það náttúrulega vantaði á æfingar og ég var náttúrulega ekki á mánudagsæfingunni. Ég var veik, lá frá sunnudegi til þriðjudags en ég var þriðjudag miðvikudag. Ég fæ söguna. Þannig að já, það var auðvitað truflara en það var eins og ég sagði við stelpunar. Við verðum 12 búning, það er allar komnar aftur, það er enginn sem var heima veik núna. Það hefur verið verra af stelpunum okkar sem að líkir mönnunum og það er engar afsakanir. Nú þurfum við bara að mæta og við erum bara með 12 leikmenn til að tækla þetta verkefni og þurfum bara að vinna leiki, burt sér hvort við höfum haft allar á æfingu í vikunni eða ekki. Nágrannaslagur framöndan í úrslitunum, hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel, þetta verður rosalega gaman. Ég vona bara að vera vel mætt og það var rosalega, við að dapur gáru fái Keflvíkingar en hrósa sjálfsögðu þeir sem að mættu og mæta alltaf en bara, ég vil sjá bara núna bara heilan her úr Keflavík og trommusveitina og skora á Joey Drömmer og strákana guttana sem eru búin að halda þessu uppi að mæta og halda uppi stemmingu. Því að ég veit að Njarðvíkingarnir eftir að mæta vel og bara gera þetta alvöru Suðurnesjaslag bæði í stúkunni og vellinum. Nú er Njarðvík svona öskubusku ævintýri í þessari bikarkeppni, verður erfitt að undirbúa þitt lið fyrir þann leik? Ef það er erfitt þá mega mínar stelpur taka virkilega til í kollinum á sér af því að þær eru búin að henda út fremst sterkum úrvalsdeildarliðum, þær eru búin að fara erfiðari leiðin við og þær eru búin að vinna leik í höllinni, vinna svo náttúrulega 2 fyrstu þarna á heimavellinum og þær eru bara í þessu til að vinna og við þurfum virkilega að spila vel og vera ofan á í allri baráttu og grimmt og ákveðni bara til að landa sér á laugardaginn. Takk fyrir.